Við sungum allt sem fagurt finnst á jörð og himni hátt skapaði vor góði Guð og gjörði allt stórt og smátt. Síðan fara versin að tala hitt og þetta fallega sem að finnst í heiminum, dýrina og blómin og hundana og hvolpana og allt sem að gott er. Já, þetta var endamyndin hérna, svo hvað hann er glaður. Í frumkirkjunni, í Póstulasögunni, þá sjáum við oft, bara reyndar í allri biblíunni, þar til dæmis líka, að þeir tilbáðu Guð sem skapara. Í Póstulasögunni 4. kafla, þá vitnaðir orðrétt í 2. Mósebók að segja: Drottinn, þú sem gjörðir himinn og jörð, hafið allt sem í þeim er í bæn sinni. Og í 14. kafla þegar að Pál og Barnabas að koma á stað og fólk segja þetta eru Seifur og Hermes, þá segja þeir, þegar þeir heyrðu þetta, þá kann maður að segja: menn, hvað hverju kallið okkur þetta? Við erum menn eins og þið og flytjum ykkur þann bagnaðarboðskap að þið skuli hverfa frá þessum fánýtu góðum til hins lifanda Guð sem að hvað? Skapaði himinn, jörð og haf og allt sem í þeim er. Og í Aþenu ræddi Páll við Grikkina tilvinst hins eina Guðs, skapara himins og jarðar, og sagði: Guð sem að skóp heiminn og allt sem í honum er, hann sem er herra himins og jarðar, býr ekki í musturum sem með höndum eru gerð, og svo framvegis. Og taka upp þema sem við sjáum alveg í upphafi ritningarinnar. Ég ætla að líta í dag á fyrstu 2 kafla biblíunnar og á hugmyndina Guð sem skapara og hvaða máli það skiptir. Ég veit að mörg ykkar þekkja vel frásögn ritningarinnar á fyrstu 2 köflunum, en ég trúi því að við getum öll lært eitthvað nýtt og gott hér í dag. Skulum lúta höfða aðeins í bæn. Himneski Faðir, lofa þig í dag, þú sem hefur gert alla góða hluti og alla góða gjafir koma frá þér. Við biðjum þig blessun þína í dag. Ég bið þig að orð þitt megi opnast fyrir okkur og læra nýja hluti í því núna. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Í fyrstu köflum biblíunnar, 1. og 2. kafla, þá höfum við frásögn af sköpuninni, mannsins og heimsins. Og það er eiginlega skipt í 2 sögur. Þið kannski heyrið þetta þegar lesið einhvers staðar. Fyrri sköpunarsagan og síðari. Fyrri fyrir allan 1. kaflan og aðeins inn í 2. kaflan og síðan er hinn restin af kaflanum. Fyrsta degi gerist þetta, og öðrum degi þetta, og 3. degi þetta, og 4., 5. og 7. degi þetta, og hún er alveg bara í tímaröð. Og síðan er svolítið furðulegt, það er eins og að byrja eitthvað bara nýtt og önnur saga kemur sem að fókuserar aðeins á mannin og sambönd og gerir þetta ekki sérstaklega tímaröð, hún fyrir fram í tíman og aftur í tíman. Og fókusun á sambönd og félagslegt. Þess vegna hafa sumir menn sagt: já, það er náttúrulega bara því að þetta voru 2 hópar með mismunandi guðsmyndir og þeir voru svo blandið svo saman hérna og einhver megin var þetta mixtúra úr þessu. En þegar við lítum á þá getum maður alveg séð að þetta fer mjög vel saman bara og þarf ekki að vera 2 frásögnir sem eru í að stangast á. En við skulum bara líta snögglega á fyrstu Mósebók, 1. kafla og fyrir frásögnina. Ég fer hraðferð yfir þetta. 1. Mósebók, 1. kafli, 1. vers. Fyrsta setningin í biblíunni, fyrsta versið í biblíunni sem að flest allir kannast við þóttir hafa ekki lesið mikið. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var tóm og auð og djúp. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði við djúpinu, en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Versið sjálft er alveg þrungið, merkingar, og maður getur þakið hvert orð fyrir til þess að sjá hvað er verið að segja hérna. Í upphafi hvers? Bara í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Upphafi þessa heims, upphafi alheimsins. Hvenær? Upphafi jarðarinnar. Það er að giska svolítið mikið á hvað hann er að segja. Er þetta í upphafi fyrstu sköpun sem við höfum, eða síðari, eða hvað eina?
enda þegar það er mikið ágiskanir þá kemur bara hitt og þetta. Og mann geta svona bara sagt mjög mikið eitthvað sem er ekkert endilega hægt að kryfja úr textanum. En Biblían talar og gefur alveg vísbendingar það að hann sé ólíklegt að hér eigi við hérna fyrstu og einu sköpun Guðs. Fyrir ykkur þetta sé bara síðari og að við séum svona kannski aðeins horfum of mikið á okkur sjálf að við höldum að við séum einu eða merkust af öllu. Því að Jóbs bók ýjar að því að það séu fleiri vitsmunaheimar eða vitsmunaverur og kannski að við séum ekki hérna eina sem að sé til. Annars, ef við förum yfir frásögnina í fyrsta kafla, þá kemur svona endurtekning aftur og aftur. Þá sagði Guð, verði þetta, og það varð svo. Og Guð sá að það var gott, og það var kvöld og það var morgun, hinn fyrsti dagur, næsti, þriðji, fjórði, fimmti og sjötti. Það var svona hálfgerð svona formúla sem notuð fyrir þetta. Og hann sá það var gott fyrsta daginn, hann sá það var gott annan daginn, hann sá það var gott þriðja daginn, hann sá það var gott fjórða daginn og fimmta daginn og eftir sjötta daginn þá sá hann að það var harla gott. En hann sá að það var mjög gott. Þannig að sköpunin telur þeim jákvæðum augum. Og þegar þú skoðar þetta þá sé maður að hlutinni fara frá því að vera svona eiginlega kaos í að vera reglubundnir, hlutinni frá því að vera ókláraðir yfir í að vera kláraðir, úr tómarum í fyllinguna. Það eins og hann gerir svona ramma og síðan hvað hann að fylla hann upp í hann síðar. Guð gerir himininn og síðan á fjórða degi þá gerir hann það sem að fer þangað, hann gerir jörðina og vatnið og síðar gerir hann dýrin og það sem að fer þangað og fyllir alltaf hlutina þannig að það er full klárað. Þannig að í lok fyrstu sögunar í öðrum kafla, af því að kaflaskiptin koma á frekar furðulegum stað, þá segir í öðrum kafla: Himinn og jörð voru nú fullgerð eftir þetta og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá það var harla gott, það var kvöld og morgun hinn sjötti dagur. Og himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði og á sjöunda degi lauk Guð verki sín og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu því sem hann hafði unnið. Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaði hann því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. Þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Svo, eftir að hafa fullgert verk sitt, hvílist hann og við höfum fyrsta skipti sem minnst á hvíldardag, alveg bara frá fyrstu frásögn ritningarinnar. Úr fyrsta kafla Mósebókarinnar sjáum við í ritningunni að líf sem að kemur hefur tilgang og merkingu. Lífið er ekki bara út af slysi eða óhapp eða tilgangsleysi tilverunar. Heldur er það gert að vilja og fullum huga. Og það segir: með orði sínu skapaði Guð og hlutinir urðu til. Strax þar segir það okkur eitthvað Guð. Ef þú pælir í því, Guð sem að tjáir sig. Hann hefði getað hugsað heiminn og hann var til, ekki satt. En með vilja þá er sagt að hann tali og hann segir og hlutinni verða til. Og ef að fyrsta verk sem við lesum í allri Biblíunni Guð er að tala og tjá sig og hluti verða til, hvað segir það þá okkur Guð? Venjulega í ykkar lífi, þegar þið talið þá skapið ekki eitthvað en það verður eitthvað úr því. Af hverju tölum við? Af hverju tjáum við okkur yfir höfuð? Ef við vorum eini í heiminum þurftum við þá að tala eitthvað. Sumir myndu tala við sjálfan sig til þess að vera ekki brjálaðir eða eitthvað, eða bolta. En fyrst við erum í samfélagi og erum með öðru fólki þá tjáum við okkur til þess að skilja fólk, til þess að sambönd geti byggst, til þess að fyrir félagsskap og skiptast á skoðunum og öðru slíku. En það er gert í samfélagi fólks að við tölum og tjáum okkur. Svo Guð birtist sem skaparinn, sem einhver sem er að tjá sig. Og það er einmitt athyglisvert að úr þessum kafla þá tekur
Jóhannes Guðspjalli og talar að í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Orðið var Guð. Byrjar einmitt líka á þessu. Og það segir okkur líka eitthvað mannin, því að við erum sköpuð í Guðs mynd, sköpuð sem félagsvera, sem leitum samfélags og samskipta og sambanda og samveru og ekki gerð til þess að vera ein sem við sjáum í næstu frásögninni. Ef við byrjum á að lesa næstu frásögn, hún byrjar í svona miðju 4. versi, þannig skiptingi þannig í nýju biblíunni, undir bara fyrirsögninni Eden. Og þá lesum við þetta hér. Ef þið fylgir mér í öðrum kafla 4. versi. Á þeim degi drottinn Guð gerði himinn og jörð, þá var engin runnimerkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina og það var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagði upp af jörðinni sem vökvaði allt landið. Og síðan heldur hún áfram, þá mótaði gott drottinn Guð manninn af moldu jarðar, blés lífsandi í nasir hans og þannig var maðurinn lifandi vera. Svo í frásögn nr. 2, þá er eins og byrju að segja, þetta, á þessum degi þegar maður skapaði manninn, þá voru ekki þetta hérna til. Runnir merkurinnar, jurtir á mörkinni, fólk til þess að yrkja jörðina og regn. Þess vegna er fólk sagt, af hverju segir hann það? Við vorum að lesa 1. kafla og það var sagt á 7. degi gerði hann fólk og á, hvað var það? 4., 5. degi gerði hann alls konar plöntur og tré og af hverju kemur þá þessi saga núna og segir að það voru engar runnar og jurtir og ekkert fólk og ekkert regn? Var hann ekki búinn að skapa þetta allt saman? Já, það er einhver svona misskilningur á milli 1. og 2. kafla. Nei, við getum séð það að þetta gerir eiginlega svona brú yfir í 3. kafla. Ég skal segja ykkur af hverju. Í 1. kafla þá segir að Guð hafi gert gróður og hann gerði plöntur með fræjum og tré sem að bera ávöxtu. Orðin sem að notuð í öðrum kafla eru allt önnur orð sem að hafa eiginlega svolítið aðra merkingu. Þetta kemur svolítið illa fram, ég meina hvað er runnur merkurinn, að maður lesi þetta og bara hugsar ekki það. Af því að þetta hefur eiginlega enga merkingu, þetta er bara einhver runni, mörk, eyðimörk, eitthvað, jurtir í mörkinni. Ok, þetta er bara einhverjar plöntur. En runnur merkurinnar, þetta er eitthvað sem að tengdist þurrki, þyrnar og annað sem að kemur í garð fólks og er ekki hluti kannski af upprunalegu sköpun Guðs. Orðið sem er notarana kemur mjög sjaldan fyrir og eiginlega aldrei svona 2 saman, en við getum séð það þegar það koma fyrir hana runnur eitt og sér, að þá er þetta meira svona nettlur. Eitthvað sem að er fyrir, getið ímyndið ykkur, þyrnar og nettlur og eitthvað svoleiðis. Og þegar hann byrja þessa frásögn þannig að segja, já þetta er tíminn áður en að nettlunar voru komnar og eitthvað svona slæmt. Og síðan heldur hann áfram að, einmitt telja hann með 2, jurtir merkurinnar. Hvað er hann að meina þar? Jú, það er eitthvað sem við þurfum að hafa fyrir að rækta, jurtir merkurinnar. Eitthvað með erfiðisvinnu. Í 3. kafla einmitt segir hann eftir fallið að það maðurinn mun þurfa að erfiða og vinna jörðina fyrir jurtir merkurinnar. Þannig munur af því að segja þegar í upphafi skapaði Guð fallega plöntur og all trén sem að báru ávöxt og við náttúrulega höfum ekki mikið af aldingörðum og ávaxtagörðum hér, en það er svona hluti sem eru verðmætir og þeir vaksa á sjálfum sér og getur 8 í 100 ár og þú sinnir því alveg smá en það gefur alltaf af sér og þú ert ekki allan daginn að taka það og þú ert ekki að gróðursetja hverju ári, ekki satt? Því að eftir 3. kafla þá er sagt með svita erfiðisins myndu þurfa að yrkja jörðina og jurtir merkurinnar munu koma þar inn. Þannig að hugmyndin er að í 1. kafla þá er þetta Guð setur þau í garð og það eru plöntur og hlutinir eru og hann á að sjá garðinn en síðan meir koma erfiðleikanir fyrir. Og fyrstu 2 atriðin er einmitt það sem að bóndinn hefur áhyggjur af. Það er illgrisið og það eru þessar blessuðu plöntur sem þetta vinna allt árið og þetta planta hver einasta ári. Kornmeti, það kemur ekkert bara upp næsta ár. Það fara og planta aftur og gera jarðveginn tilbúin og síðan það taka uppskjöruna þinn aftur hver einasta ári. Og lappar ekki bara eitthvað og tekur vínberin niður þegar eru loksins orðin tilbúin. Eins og með það. Svo, og þetta er fyrir þann tíma þegar það stendur að fólk var komið til þess að yrkja jörðina því það var ekki þeirra fyrsta hlutverk heldur að sjá garðinn.
og ekki strita við þetta. En bara saga mannsins hefur einmitt verið með það að gegnum tíman höfum við verið að lifa sem bóndar á einhverjum litlu stöðum út allan hnöttinn í kringum tíman bara til þess að reyna að hafa í okkur á og að yrkja jörðina fyrir náttúrulega tíma nútímans þegar við búum bara í borg og fáum þetta einhvers staðar út í bónus. Og númer 4 þegar hann segir þetta fyrir tíma regnsins, hvað á hann þá við þar? Þegar þú lest söguna þá kemur regn ekkert fram í sögunni en það segir hann að móður lagði af jörðinni sem vökvað allt landið og regn kemur ekki inn í söguna beint eftir fallið heldur bara þú kemur í 7. og 7. kafla þegar kemur flóð frásögnin. Eftir fall verður fólki að treysta á hvað til þess að fá uppskeru? Eitthvað sem kemur ekki og getur valdið bara uppskerubresti og hungursneyð, regnið. Þannig að það eiginlega eftir 1. kaflan þegar allt gott, æðislegt og hann að fara aðeins að útskýra nánar sköpun mannsins að segja hann og þetta fyrir tíman áður en að það illgresi og það erfiðleikar við að sá og fólk háð regninu. Þetta á þeim tíma þegar allt var eins og það átti að vera. Og þetta svona einhver hebresk hugsun að setja fram fyrst á svona lesandi spurður hvernig urðu þessi 4 leiðinlegu atriði hluti af lífinu? Af hverju var þetta og kom þetta fram? Og næstu vers byrja að svara því. Sköpun mannsins leiðir inn í 3. kafla þegar hann í garðinum og það kemur sagan fallið og síðan áfram í flóð söguna. Þannig að það höfum við hér. Smá bara svona inngangur inn í það. En ef við lesum áfram frásögnina, þá getum við farið hana í 15. vers, öðrum kafla. Þá tók drottinn Guð manninn og sett hann í aldingarðinn Eden til þess að yrkja hann og gæta hans. Drottinn bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta, þegar jafnskjótt og þú etur af því myndu deyja. Og drottinn sagði, eigi það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gjöra honum meðhjálpið hans hæfi. Drottinn Guð mótaði síðan öll dýrin og allar fuglana létu koma og þau fengu öll sitt nafn. Og í 20. versi segir, en hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn og hann var sofnaður, þá tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið af manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn, loks hér bein af mínum beinum og hold af mínu holdi, hún skal kvenmaður kallast af því að hún af karlmanni tekin. Og síðan kemur áfram í 24. og 25. versi. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eiginkonu sinni og þau verða eitt hold. Þau voru bæði nakin, kallinn og kona hans, en blygðuðust sín ekki. Það pínu eins og í fyrri frásögninni að þá sé eins og Guð standi, það svona eins og Guð standi og segi verði þetta, verði hitt, hann sagði og það varð. En síðan, þegar við komum í annan kafla, þá sjáum við svolítið annað. Þá það Guð sem að fer niður á hnén og að móta mannin og blæs líf í hann og síðan þegar hann ekki búinn að finna neinn sem að passa við sig þá lætur hann svefninn falla á hann og svona hluti af því, hann beint með honum, hann ekki svona standið til hliðar og sé að gera hlutina svona úr fjarska, svona persónulegra. En úr þessari frásögn sjáum við að maðurinn hefði hlutverk við að setja og gæta garðsins og að yrkja hann og að maðurinn var gerður til þess að vera í samfélagi, enda segir hann það ekki gott að vera einn. Og þá höfum við svona ákveðnar hugmyndur mannin úr sköpuninni. Fyrsta lagi bara vinnuna. Vinnan eitthvað sem er göfugt. Við erum gerð til þess að vinna, ekki satt. Ekki til þess að vera iðjulaus. Það eitthvað göfugt við að vinna, gefur okkur hlutverk og tilgang í lífinu. Og það þegar verður þessi bjögun á einhverju sem Guð hefur gert, að við höfum hlutverk, við höfum vinnu og atvinnu, það verður eitthvað slæmt úr. Við sjáum það þegar fólk annaðhvort tekið eináttina, það haldið í þrældómi, það haldið vinna gegn vilja þess, eða þá fólk atvinnulaust og hefur enga vinnu eða iðju eitthvað svona fyrir stafni. Og sérstaklega þegar hefur verið frá unga aldrei ekki, að þá
það mjög slæmt fyrir fólki sjálft og bara samfélagið. Því að vinnan er góð og góður hlutur sem bara gefið manninum alveg frá upphafi. Og það ekki eins og að sé eitthvað, já, hann í prestuðu, það svo æðislega andleg vinna, en smiður, það eitthvað svona verra. Heldur sagði hann, nei, strax í upphafi, þetta það sem ég sagði þér að vera. Ekki vera prestur, heldur að sjá garðinn og að gera einhverja hluti. Og síðan, já, sjáum við líka manninum boðið að hjálpa til við að fylla jörðina, sem svona eina boðri sem að maðurinn hefur aldrei þurft að fá einhverja aðstoð til þess að uppfylla eða hætt að gera, allavega ekki þessari sögu. Eitt sem ég vil nefna, meðan við erum að skoða þetta, að þegar í þessari sögu, þá byrjar hún að segja að það eitthvað svona vandamál, fyrir þetta vandamál, þá gerir Guð þetta. Hann skapaði manninn, það eitthvað svona nánd í því, hann skapar hann og blæs anda sínum í hann, ákveðin fjöldi orða sem notaður í það, og síðan fer hann og skapar konuna líka. Og það sagt að hún sé honum sem meðhjálpari. Og þegar þú lest orðið meðhjálpari, hvað dettur þér í hug? Ég bara spyr, eitthvað? Meðhjálpari oftast notað, það svona aðstoðamaður, prest í þjóðkirkjunni meðhjálpari. Hann svona litli góði sem að hjálpa þér. Ég veit ekki hvað þeir gera almennilega, afsaki. En þeir eru ekki kannski aðal, þeir eru svona til hliðar. Meðhjálparinn ekki að fullum launur og í fullu starfi eins og prestur, ekki satt. Þannig að konan, hún svona meðhjálpari mannsins. Ekki. Orðin ekki alveg eins notuð svoleiðis í ritningunni. Því að orðið sem notað einmitt fyrir meðhjálpari orð sem oft notað Guð. Guð sem að vernda og hjálpa Ísrael, það sama orð notað hann. Hann þeirra meðhjálpari. Og það svolítið erfitt að snúa því á hvolf að hann sé þeim lægri og sé þeirra þjónn, sko, því að hann Guð og þeir eru fólki hans og hann að hjálpa þeim. Af því að ég bara segi þetta, því að í upphafi, í öðrum kafla, þá höfum við mann og konu og þau eru svona. Það engin stéttskipting, það engin hærra settur. Jú, annar gerður fyrir en hinn, en það ekki svona. Þáttur það kannski í sögunni hafi menn vilja sjá það þannig og það kannski birti svolítið í tungumáli þýðingarinnar af því að við náttúrulega þýðum eins og við skiljum. En ef við berum saman sköpunarsögu Biblíunnar og annarra nágrannaþjóða, þá ekki eins og gerð munur að því þegar karl og konur sköpa. Hann skapa bara mannin búið. Hér þá skapar hann mannin og ritningin eyðir x mörgum orðum í það og síðan konan sköpuð, sem ekki í öðrum frásögnum, sem að gerir sköpunarsögu Biblíunnar svolítið sérstæðari en annarra sögur, og síðan skapað hann konuna og hann eyðir nákvæmlega mörgum orðum. Það mikið texti á fyrir hvora frásögn í þessum kafla, sem svolítið sérstakt. Við getum bara að séð það, hann birtist ekki alltaf í þýðingu mörg orð því að við þýðum mismunandi orð með mismörgum orðum í okkar tungumáli. En það sýnir svona sérstöðuna í sköpun að það jafnræði þar á milli frá upphafi bókarinnar. Hvað sem gerist síðar í mannkyns sögunni annað mál. En ef við förum og skoðum bara hugmyndina Guð sem skapara, að það nær sköpun að þema svo miklu lengra en bara fyrstu 2 kaflanir. Það nær lengra en það vísa til Guð sem skapara svo oft. Jesú Kristur kemur í Nýja testamentinu, skaparinn holdi klæddur. Hann segir eitthvað og það verður eins og í upphafi og hann tengir sköpunina við einmitt endursköpun mannsins. Hann tengir sköpunarmátt Guðs við mátt hans til þess að endurreisa mannin og helga hann. Og sköpun og frelsun verða svona samtengt hann á milli. Hvorugt gerist af sjálfu sér, en bæði gerast af orði Guðs. Og orðið, Jesú Kristus, skaparinn, varð hold, bjó með okkur fullu náðar og sannleika og við sjáum dýrð hans, dýrð sem að sonurinn eini á frá föðurnum. Og þegar hann tók hold, því að fólk hafði kannski ekki endilega séð sköpunina, ekki satt, en það gat séð skaparann að verki
og hvað það færði í för með sér í Jesú Kristi. Hinn blindi fær sýn, daufdumburinn fékk mál og heyrn aftur og með orði sínu sjálfu kallaði Jesú Kristur hinn dána aftur til lífs. Og fólk sá að skaparinn hefur mátt til þess að gefa og taka líf og til þess að bæta það. Hjá honum máttur sköpunarinnar og endursköpunarinnar. Og ekki bara það, heldur sjáum við að hann kemur sem bara Adam, hinn seinni Adam, og tekur hans stað. Á föstudeginum í Eden hafði verið sagt: himinn og jörð eru núna fullgerð og öll þeirra prýði, og hann sá að það var gott. En við höfum líka á föstudeginum í Golgata þegar Jesús segir: það einmitt fullkomnað, endursköpunin kláruð. Og í því sjáum við einmitt svona von upprisunnar, himnaríkis, eilífa lífsins sem að grundvallast á sköpunarmætti Guðs. Enda byrjar Biblían á sköpuninni og síðan í lok hennar höfum við nokkra kafla endursköpunina og himnaríki. Að hann geti einmitt endurleyst og endurskapað það sem héðan horfið. Og að ástvinir muni mætast á ný og að lífið nái einmitt lengra en þessi heimur. Og að þeir sem að hafa farið héðan eftir stutta dvöl, kannski aldrei náð að vera hérna lengi, þeir sem hafa liðið óréttlætlega hér í heimi, eigi vön á betra lífi í endursköpuðum heimi. Himnaríki þar sem að ekkert óréttlætið, engin tárin og dauðinn bara sigraður að eilífu, eins og Nýja testamentið orðar það. Já. En áhrif, bara svona lokum, áhrif sköpunarsögunnar eru svo rosalega mikil, eða áhrif bara hugmyndinar Guð sem skapara eru svo mikil. Við höfum náttúrulega bara mótífreikningarinnar sjálft, sem segir Guð kærleikur, og í elsku sinni sem mótíf hefur hann gefið okkur stærstu gjöfuna sem við höfum fengið, sem lífið og tilveran, næststærstu. Og það hefur svo mikla áhrif á bara hugmyndir okkar sem við höfum tilbeiðslu og skurðgoðadýrkun. Það alltaf talað Guð sem hinn sanna skapara en ekki skapaða Guði. Hvíldardagurinn sem gjöf Guðs sem fagnar því sem Guð hefur gert fyrir okkur. Hjónabandi sem nær frá upphafi, fegurð þess og helgi, þetta að vera virði mannsins afsakið. Og fólk sé eitthvað virði, það ekki bara vinnuafl, það ekki bara merkingarlaust, eitthvað stjörnurík, óhapp, endalausa stökkbreytinga og kærleikur og það sem að tilfinningar við höfum ekki bara merkingarlaust eins og magapína, bara einhver taugaboð upp í heila eða eitthvað, heldur það stærra en það. Fólk gert í mynd Guðs, hefur virðingu, tilgang og mertingu. Mitt ekki þannig að réttindi mannsins byggja mitt á því að maðurinn sé einhvers virði og þess vegna megi ekki gera hvað sem við hann. Og við höfum það til dæmis hér. Og líka bara vinnu og ráðsmennsku og umhverfi. Að maðurinn hafi verið gerður til þess að ráða yfir og passa upp á jörðina og heilagleika lífsins, þar sem að lífið sjálft gefið frá Guði þegar hann blæs því í, eins og segir í sögunni, einasi mannsins. Það gjöf eða lán frá Guði sem við fáum að taka þátt í varðveislu þess og sjá til þess að halda áfram og okkur gefið til þess að vernda og virða það. Og svo framvegis, þetta bara svona listi að því sem að hefur áhrif á og svona gefur ljós upp á og lýsir. Þess vegna byrjum við alltaf svo oft á hér þegar við erum að tala alls konar hluti í ritningunni. Því að sagan, hún gefur, sem við lesum hana í upphafi, gefur svar við svo mörgu, tilgangsleysi, einsemd. Hún segir lífið sem við höfum, það ekki tilgangslaust. Þegar Guð skapaði mannin, þá skapaði hann mannin í sinni mynd til samfélags í sig af vilja og af hugviti með okkur í huga. Það sé gott að hugsa það af og til þegar við svona hugsum lífið og tilveruna. En við skulum ljúka hér klukkan 12 með bæn. Kæri Faðir, sem hefur alla hluti gert, við lofum þig bara og þökkum þér í dag fyrir lífið sjálft,
fyrir það sem við höfum, það sem fallegt fyrir allt það góða sem við njótum hér í þessum heimi, gjöf frá þér. Ég bið að við megum læra að virða það lífið og allt sem við höfum hér og að við getum líka lært að þekkja þig sem skaparann og endur skaparann sem hefur máttinn til þess að gera alla hluti. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen.